Komið sæl og velkomin í Öryrkjaráðið á Samstöðinni. Ég heiti María Pétursdóttir og ég og Bára Halldórsdóttir erum hérna á föstudagsrabbinu okkar ásamt henni Thelmu Svanborgu Gylfadóttur. Velkomin Thelma. Takk, hæ. Hæ. Thelma hún hérna vinnandi öryrki og námsmaður, mörg járn í eldinum en samt í hluta starfi að reyna að vinna á örorkunni. Þú hafði samband við okkur Thelma í Öryrkjaráðinu því þú ert að velta fyrir þér líka skerðingunum og þessum leiðindum sem fylgir því að reyna að koma sér út á vinnumarkað. Segðu okkur aðeins hvernig eru þín mál? Þú ert að vinna, þú ert félagsliði, ert í hlutanámi í sjúkraliða. Já. Og já, þetta sko, ég byrjaði í 20% starfi í febrúar. Já. Og er búin að vinna síðan og hækkaði mig í 40% núna í júní, júlí og eitthvað smá í ágúst. Og í janúar og febrúar þá fékk ég náttúrulega sérstaka uppbót og framfærslu. Og þá þegar ég fór að vinna í febrúar þá kom ég og segi ég þurfti að greiða það tilbaka. Það þetta króna á móti krónu dæmi skilst mér. Og svo að því að hækka mig. Bara strax þegar þú byrjar að vinna, þá ertu bara strax komin í að, þú voru að borga hérna tilbaka. Já, borga tilbaka og þá líka lækku bæturnar mínar niður í 216.000, ég var að fá 230. Og núna í sumar þá hækkaði ég mig í 40% vinnu. Og samhliða því þá náttúrulega lækku bæturnar mínar niður í 209 og þannig að í febrúar þá var ég komin í skuld upp á 39.000 og núna í byrjun júlí þá komst ég að því að ég væri að fara að skulda 79.000. Þannig að þeir vilja að þú vinnir í sjálfboðaliða vinnu meðan þú ert að vinna þig upp fyrir einhver mark. Já, manni finnst það. Hvernig og þú hefur skilað inn tekjuáætlunum og einhver svona sem að þarf að skila inn hjá þér og það breytir því ekki að þeir geta ekki reiknað þetta rétt? Nei, það ég geri það bara náttúrulega samviskusamlega því að ég vil forðast að einmitt að lenda í einhverju svona. Þannig að ég lenti samt í þessu. Það einhvern veginn, já. Þannig að þetta ekki svona beint uppbyggilegt. Nei. Þetta er ekki beint hvetjandi að fara aftur út á vinnumarkaðinn. Þú ert búin að vera hvað lengi á örorku? Ekkert mjög langan tíma? Nei, það fór 2018. Já. Þannig að þú ert einmitt alveg kjördæmið það sem að samfélagið segir já, yndislegt, fær stuðning þetta og svo kemur maður aftur út. Verðum vinnumarkaðinu, þetta það sem við viljum að öryrkja sé að gera, en fólk áttar sig síðan ekki á því að við erum með þessa hindrun. Það sem mér finnst svolítið magnað við þetta það að ég veit ekki, ég man ekki alveg hvaða ár það var, en fyrir þó nokkuð mörgum árum, þá hélt ég einmitt smá ræðu það þegar ég lenti í þessu og það var þó nokkuð árum fyrir það sem ég hefði lent í þessu. Þannig að við erum að tala eitthvað sem hefur ekki breyst síðan þá. Maður þarf að borga sig inn á vinnumarkað. Ég var þarna einhverjum mega vandræði með peninga, bauðst stutt vinna sem að ég fékk held í 100.000 krónur fyrir skatt og notaði mig síðan, nýtti mig síðan viðbótarlífeyrissparnaður og svo fékk ég mitt í hausinn reikning þarna í ágúst og þá náttúrulega lenti ég bara í vandræðum hvernig ég ætti að leysa það. En ég hafði enga hugmynd að þetta dæmi væri til staðar fyrir en ég bara fékk það í hausinn. Ég var bara að hugsa það stóð bara eitthvað hámarkið eitthvað 200.000 krónur eitthvað. Ég er vel fyrir innan það. Og svo kom þetta svona sko. Mér finnst það rosalega bæði lélegt kerfi og lélegar upplýsingar. Algjörlega. Hún líka sagði mér í febrúar að ég myndi þurfa að borga sér sérstaka uppbót. Og það var allt í lagi og svo fer ég þarna aftur í byrjun júlí til þess að leiðrétta tekjuáætlun. En þá sagði hún mér ekkert að ég þurfti að borga meira.
ekki fyrir en ég fæ bara tilkynningu inn á TR og skuldin sé komin upp í 79.000. Og það ágætis peningur fyrir fólk á þessum mega launum sem við erum á, sko. Já, einmitt. Þetta eiginlega bara mjög mikill peningur í rauninni. Og svo náttúrulega tók skatturinn minn líka í fyrra, þannig að ég að borga það líka aukalega. Já. Og það svolítið meiri peningur. Þannig að það bæði, náttúrulega, já, það bæði endurgreiðsla hjá TR og svo líka skattinum. Skatturinn, já. Já. Svo eru til einhver úrræði, bara svo ég nefni það, sko, ég veit af því, að það eru til úrræði hjá bæði, hjá Rauða krossinum, sjóður, sem áfallasjóður ef maður lendir í einhverju svona og ýmislegt, og ég mæli alltaf með því að tala við félagsráðgjafana hjá Öryrkjabandalaginu, en þetta bara fáránlegt að þetta skuli vera sett upp svona, vegna þess að þetta svo, ég meina, hvert langar til að fara að mæta í vinnu, þegar kemst það því að hann ekki að fara að fá einu laun fyrir það. Nei, málið líka það að þú veist aldrei hvað þú ert að fara að fá. Ég held að það líka bara svo óþægilegt. Það lenda einhverju óvissu með þú veistu kannski hvað þú fær núna en þá veistu ekki hvað þú fær í hausinn næst eða þar næst. Einmitt. Þú veist, mér finnst að þetta kerfi ætti að vera þannig að gefa manni tækifæri ef maður vill reyna að komast upp á vinnumarkað. En þú veist, þetta ætti að vera frekar að byggja mann upp. Þannig, sko. Það var náttúrulega bara að vera hvati. Ekki eins og bara þú orðaði svo vel einmitt að maður þurfa borga sig inn á vinnumarkaðinn. Já. Hjá mér sá ég þetta þannig út að það væri 94.000 krónur sem ég þurfti að borga mig inn og eftir það þá færu hlutirnir að fara eftir þessu kerfi sem að ég hélt að væri til staðar. En ég náttúrulega var bara skíthrædd og ég bara var með mitt barn og mín veikindi og mína fjölskyldu og ég þorði bara ekki að rugga bátnum eftir það. Nei. Svo líka hugsa maður, þú veist, bara ef að ég að fara að skulda eitthvað meira, þá það ekki þess virði að vera á vinnumarkaði og fá bætur líka, sem eiginlega bara óbúslega sorglegt. Já. Líka bara því að þetta það sem lyftir manni upp úr því ástandi sem maður kannski að vinna í. Algjörlega. Og þá situr maður uppi með það að einu valmennuleikarnir manns eru þá einhvers konar sjálfboðaliða vinna. Og sjálfboðaliða vinna góð og gild og allt það. En all pólitískur vilji og allt sem sagt hljómar eins og þeir vilji fá okkur tilbaka á vinnumarkaðinn í eðlilegu formi og þetta getur ekki flokkast undir einum kringumstæðum sem hvetjandi. Ég efast nokkur maður sem að getur tekið bara randomli út úr einhverju fyrirtæki myndi sætta sig við þetta. Nákvæmlega. Ég var veikið 2 mánuði, svo kem ég aftur og þá þarf ég að borga tilbaka í smástund, fæ ekki laun alveg fyrir en ég búin að borga tilbaka dálítið. Einmitt. Þetta bara, maður skilur þetta ekki, sko. Nei, maður skilur þetta ekki. Já, einmitt. Hvað segirðu? Þú ert að vinna á Landspítalanum, Telma? Já, ég að vinna á öldrunardeild, þetta svona Vífilsstaðir. Já, einmitt, já. Og vinn þar í bara aðhlynningu hjá öldruðum. Þú aftur að skella á samkomubannið. Já. Hálfgert, eða svona verið að herða allt og ég var að koma frá ömmu minni sem eru upp á Sunnuhlíð og þar var mér sagt að gamla fólki hefði nú ekki verið para ánægt í dag. Nei. Það síðasti sjans í dag að fara að heimsækja ömmu. Nei. Það síðasti sjans í dag að fara að heimsækja ömmu. Já, áður en það verður svona kannski eitthvað harðara. Það verður hægt að heimsækja ömmu mína, veit ég. Já. En það getur bara einn farið í einu. Já. Þannig að það verður... Það er búið að rýmka það. Mögulega bara eitthvað 1-2 á dag eða eitthvað svoleiðis. Já. Og svo líka búið að rýmka tíman hjá okkur. Hvað sagðir fyrirgefðu? Ég? Já, það er búið að rýmka tíman hjá okkur. Þeir eru komin niður í 4-6. Þannig það er bara 2 tímar sem að fólk fær til að heimsækja á dag.
Já, einmitt, það eitthvað svona minna gat, einmitt. Já. Þarna eina sérsvið mitt í lífinu að vera föst heima og get ekki hitt fólk, þannig að ég er mjög ánægð með það að geta unnið að sérsviðið mín í smástund þótt að það sé á neikvæðum forsendum. Já, nákvæmlega. En segðu mér, ertu búin að tala við, þú veist, einhverja aðra heldur en Tryggingastofnun hvar og hvernig allir þessi hlutir eru settir upp? Hefur einhver bent þér á það að einhverjur breytingar séu til eða það sé til einhverja leiði framhjá þessu eða eitthvað? Nei, ekki neitt svoleiðis. Það er lögfræðingur hjá Öryrkjabandalaginu sem er að vinna í varðandi skattinn hjá mér. En ég held hún sé í fríi samt núna, ég veit það ekki alveg, er bara að bíða eftir svörum tilbaka. Hvort það sé hægt að gera eitthvað fyrir mig og ég lét hann að vita af þessu í leiðinni. Já, ég fékk mjög góða aðstoð þar einmitt frá félagsráðgjafa og lögfræðingi í svona skattamálum, endurgreiðslur af læknakostnaðar og alls konar svoleiðis. En þetta er bara, maður á ekki að þurfa að standa í einhverju súpu af reddingum. Nú veist, hvað er greiningin þín til dæmis ef ég má spyrja? Heyrðu, ég er með nokkra greiningar. Myndi segja svona aðalgreiningin mín í dag væri ADHD. Og svo fékk ég staðfestingu á litningagalla í janúar. Já. Og svo bara svona sem hefur fylgt mér bara, þú veist, þunglyndi og ofsakvíði og smá svona áfalladæmi. Sem að þetta er náttúrulega frábært að einmitt þurfa að díla við svoleiðis þegar maður er að díla við svona veikindi. Þetta er alveg kjörið vinnuumhverfi. Já. Ég man einmitt eftir verandi sjálf sko einmitt ung móðir með, þú veist, bara vitandi það að heimurinn ætlaði að gleypa mig sko. Já. Og svo bara alltaf búm, 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 búm og maður bara, já, þetta, en þess að sko í Bandaríkjunum þá til svona þú getur kært fyrir tilfinningalegt álag. Já. Og þessi sjúkdómurinn minn til dæmis triggerast af stressi og ég er alveg bara á því að ég geti fengið milljónir út úr íslenska kerfinu ef það væri svoleiðis sko. Einmitt. Ég held að það sé bara sko með eiginlega flesta sjúkdóma að þeir bara versna við streitu og álag. Þess vegna er þetta líka svo, og þú veist, þetta er bara svo fáránlegt að það get ekki verið. Og maður er að fá þessar bætur öryggi í því hvað þú ert að fá í laun. Já. Einmitt. Þetta er einmitt. Það er að bæta á mann vinnu. Já, þetta triggerar alveg rosalega mikið andlega hliðina að lenda í þessu sko. Og svo ef maður fær endurteknar hafnanir þá fær maður þetta sem kallast höfnunarkvíði. Það ætti að Einmitt. Þannig. Já. Þetta er svona, hvað haldið þið haldið þið sé einhver vilji hjá stjórnvöldum núna til þess að breyta þessum skerðingum? Nei, ég held ekki. Ég get spurt á alla og þeir sé bara já, alveg til í það. Ég fekk mjög ánægilegt símtal frá móður minni í gær. Hún hringdi og tilkynnti mér að hún hefði fengið bréf frá LÍN sem að hún væri ekki lengur ábyrgðarmaður á námslánunum mínum. Já. Það væri sérst bara búið að fella slíkt úr gildi. Og þetta eru ykkur 2 lán og hún er bara ekkert lengur ábyrgðarmaður á þeim, þannig að hún þarf ekki að pæli því neitt meir. Jæja. En á móti, einmitt ræddu við það sem að við höfum nú oft rætt áður að það sé sérstakt samt að LÍN sé ekki að fella niður láni mitt yfir höfuð, sko, ef ég hef ekki getað starfað, þú veist, í einhver x ár, kannski 10, ef manneskja hefur getað unnið við það sem hún hefur menntað sig í 10 ár og er með skráða örorku, ég er með skráða örorku til 2036 eða eitthvað svoleiðis. Það er alltaf að endursækja viljið þið ekki rukka mig núna? Já, einmitt, frysta námslánin aftur, eða ég get ekki borgað því, ég er ekki með nóg hátekjur. Að af hverju fella þetta ekki niður? Þú veist, þetta er eitthvað sem maður þarf bara að laga í kerfinu líka. Algjörlega.
Þannig að það svona ýmsir vankantar og þegar það verið að gera eitthvað svona pínlítið eins og þetta falla niður ábyrgðarmennina en það ekki verið að ganga alla leið. Nei. Og það einhvern veginn, ég hef svo mikið á tilfinningunni að núna allt saman í einhverju vesinu út af þessu koronadótari eins og við vitum og allt það. Og ef maður horfir á það tilbaka, hvað var gert í gamla daga þegar kom upp kreppur og svoleiðis hlutir, að þá farið í það að búa til hlutir sem að bjuggu til peninga og bjuggu til, þú veist, eitthvað fyrir fólk að gera og svo framvegis. Og við erum með NPA-samninga á bið, við erum með svona vandamál á bið, við getum verið að fá alls konar fólk inn í alls konar hluti núna út frá því að allt í einu getur fólk fjarunnið hluti sem var ekki hægt að vinna. Og ef það yrði bara lagður svolítið bara fókus á það að laga innviði þar sem þau eru ekki í lagi, þá myndi skapast vinna fyrir bæði menntað fólk og ómenntað og við værum að bæta samfélagið okkar á meðan allt í effi, Já. Algjörlega, það eru svo mikið tækifæri í þessu ástandi til þess að gera alls konar hluti. Vil ekki bara kjósa mig sem innráð og ég sé þetta bara. Jú. Ára innráður fyrir Ísland. Nei, ég held að óháð því að ég held að þú myndir taka margar góðar ákvarðanir Bára mín, þá myndi ég ekki kjósa innræði. En hins vegar að þá finnst mér bara, já, það verður dálítið forvitnilegt núna ef að út í COVID að taka sig upp aftur og það aftur að herða á samkomubann og annað og það aftur að fara að vera samdráttur á ýmsum sviðum, hvort það verði svona fleiri og víðtækar aðgerðir. Já. Það verði fleiri aðgerðapakkar. Hvort við fáum annan 20.000 kall. Eða 5.000. Það gæti verið. Að ég get ekki fara út úr húsi. Þetta alveg, já, þetta mjög... Ég gæti nýtt mér hann ef hann væri nógu mikill til þess að ég gæti keypt mér gistingu sem gisting fyrir mig kostar meira heldur en fyrir aðra. Ég get ekki farið í eitthvað tjaldstæð eitthvað. Nei, nú ertu að tala ferðaávísuna. Ég er að tala 20.000 Ég var að tala 5.000 Þú ert að tala ferðaávísuna. Nei, hann fór beint í að borga ég þarf að borga liðin mín fullu gjaldi í þeim mánuði. Þau fór beint í það, Já, í hítina bara. Já, kom hentugt út fyrir það. Ég notaði ferðaávísunina mína upp í gistingu, ég þurfti að gista. En gistingin kostaði 13.000. Það munaði svo sem alveg minna 5.000 kall þannig laga sig, en samt ég hefði alveg verið til ég að Ég meina, af hverju hækkaðu ekki bara frekar bætur og Það þarf bara að hækka bætur. Það náttúrulega... Já. Þessi peningar koma aftur inn í samfélagið, hlutir rúlla á það vita það allir leiður með peningar á ferð í samfélagið, þá skapa þeir meir peninga. Ég persónulega gaf mína ferðaávísun til konu sem var með 2 litla stelpur og langaði geðast að fara eitthvað að gera með þeim, út af því að ég get ekki notað hana. Og kom síðan að því að hún geðið góð saumakona og hún ætlaði að gera fyrir gardínur, þannig að við komum sem alltaf út, en ég veit ekki, þetta bara eitthvað svona, mér finnst ekkert að bak við þessar lausnir. Ég sé ekkert að bak við. Nei, þetta allavega alveg rosalega svona lítilvæg lausn geti ég trúað, Já. Þannig að hún dugar eitthvað pínlítið kannski. Hún kannski eitthvað pínlítið uppbyttingin í ferðar. Við höfum tala í nokkra daga, dæmi, þú veist. Hvað sérðu? Þetta svolítið svona, höfum við til að tala í nokkra daga, dæmi. Já. Þetta sé svolítið. Já. En það svona, já, einmitt. En ég held að varandi og þannig þessi auka 20.000 krónur sem að komið hann í sumar, mér fannst það eiginlega bara sorglegt því það var bara á öllum öryrkjasíðum það var rosalega mikið verið að tala bara hvenær kemur þessi 20.000 kall. Það bara mikil fátækt í gangi með öryrkja. Fólk alveg desperat að bíða eftir þessu. Fólk var bara desperat að bíða eftir þessum 20.000 krónum. Já, Ég meina, þú veist, og þegar það var maður fer út í búð og kaupir í matinn fyrir nokkra daga og þá var maður að kaupa fyrir 20.000 kall.
Þetta ein góð búðakarfa. Byrjaði þetta allt saman rosalega vel, það var verið að senda mat heim til fólks og styðja fólk sem var í áhættuhópi og svo framvegis. Svo tók það bara 2 vikur fyrir fólk að segja bara býttu, þú ætti bara að vera að biðja hluti sem alveg nauðsynlegir. Þú verður að biðja svona hluti eins og aðgang að frystikistnuðinni. Þú veist, af því að Ísland, þetta bara, ég veit ekki, ég upplifi það að þetta hafi að fólk svona einhvern veginn algjörlega vanti innsýn inn í raunveruleika þeirra sem ræðir. Fólk sem fyrir í alveg rosalega óþægilegri stöðu. Ég meina, getur ímyndaði manneskjur sem búið að vera að reyna svona að retta hlutunum í þetta langan tíma og svo allt í einu stoppar allt samfélagið. Fullt af fólki sem hættir, sem getur alltaf mikið unni fyrir það. Þú missir aðstoð, þú missir stuðning, þú missir félagslega hluti og allt er erfiðar að komast í allt saman. Þetta rosalegur baggi. Já. Ég held að svona fjárhagslega hliðin á þessu samt fyrir suma hafi kannski verið, ég til dæmis keyrði bílinn mikið minna í COVID, þannig að ég sparaði rosa mikið bensínpenning og af því það maður var bara á Zoominu með alla fundi og allt svoleiðis. En eins og með til dæmis barnafólk og annað sem þurfti að vera heima með börnin sín og hafa ofana fyrir þeim allan daginn og þá geti það verið dýrara. Þú vakst með barnið sitt í hádegismat í skólanum og allt í einu þurfti að vera með börnin sín heima í mat og alla vinir þeirra sem kom í heimsókn. Og það kostar að, heyrðu, við þurfum að fara eitthvað og gera eitthvað. Og þetta er fólk sem þreytt og veikt fyrir og treystir á þessa nokkra klukkutíma sem að barnið er í skólanum til að hvíla sig og svo bara mæta í það að vera foreldri. En það er bara ýmislegt. Já, einmitt. Og svo ég held að, einmitt, svo náttúrulega matarkostnaður ef að fólk var að panta mat. Ég held að ég hafi, svo ég er ekki alveg búin að reikna það út samt. Ég er mjög forvitin að reikna út hvort það hafi verið dýrara eða ekki. Það er dýrara. Og ég veit það dýrara því það er heimili var búður, ég var alveg búin að sjá það að þessar verslanir voru mikið dýrari, matur var mikið dýrari í þessum búðum sem þegar maður var að panta á netinu. Hins vegar getur verið að maður kaupi síður einhvern óþarfa. Já, nei. Ég veit það ekki. Hefur reiknað þetta bara? Það sem gerist er það að maður kaupir inn, rosalega skynsamlega inn á Netto eða heimkaupum eða eitthvað. Það er dýrara og það kemur heim. Og svo fær maður nýjar fréttir af einhverjum hryllingi sem var að gerast einhvers staðar, fer í Klessu og fer í Hagkaup og kaupir sér eitthvað óþarfa sem kostar ennþá meira þar af því maður ákvað að vera svo skynsamur og kaupir sér ekki nammi í heimsendingunni. Ég gerði þetta ekki. Veikur, en einhver getur gert þetta, já. Það er búið að fresta 3 hlutum sem ég þurfti að gera heilsufarslega. Að því tilefni þá stend ég í því að vera meira heima. Að því tilefni hef ég nokkrum sinnum þurft að panta mér mat heim bara út af því að það er inn á heimilinu. Bara meiri taugahrúga og þar með meiri líka hysterist át og eitthvað. Ég segi svona og meiri taugahrúga sem að gera það verkum að maður fer meira í hysterist eitthvað át eða fer að kaupa sér eitthvað sem maður vantar ekki. Þetta er svona að því við erum heldur ekkert eitthvað fullkomin. En það er gerðsúr krafa við sem erum rosa fullkomin og eigðum ekki aldrei neinu í óþarfa. Einmitt. Ég var einmitt að einhverjum undarlegum ástæðum þá var ég að ræða við fólk hvað ég vildi að jarðarfarir og ég vildi að það kæmi fram í jarðarförinni minni það yrði ekki allt saman eitthvað svona Bára var svo yndisleg og frábær og fullkomin eitthvað. Ég vildi að það yrði sérstaklega rætt það hver ófullkomin ég hefði verið í jarðarförinni að við værum það svo sem öll og það hefði verið hluti af því sem hefði gert mig að áhugaverðri og skemmtilegri mannesku. Mannesku, auðvitað. Skárra væri það nú. Já. Heyrðu, já, en við allavega fylgjumst með á næstunni hvort það verði einhverju COVID-aðgerðapakkar. Ég vona það og ég vona að þú fáir einhverju auka. En svo er nú það. Ég meina, ef þú hefur fengið hana 20.000 kall í sumar og verið að vinna og fengið, þá ertu allt í einu að fá líka auknar tekjur og því það er ekki bara meira frádrátt fyrir þig. Nei, hann var settur inn sem styrkur held ég alveg örugglega. Ég held að það sé ekki settur inn sem... Það var ekki skattskyldur. Ég held að það hafi ekki verið tekjur. Nei. Það hafi verið svona eins og áramóta, jólabónusinn og svo. Já, 10.000 kallinn.
Já, það getur passað. Já, ok. Því maður er náttúrulega, þú veist, þetta eitthvað allt sem maður þarf einmitt að kanna líka, skilurðu. Maður að fá eitthvað sem reiknast sem tekjur eða ekki. Einmitt. Ég er bara búin að missa, ég er algjörlega búin að missa yfirsýn yfir allt svona dótar. Ég passa mig mikið á því að vera ekki með tekjur. Og það er svo sem ekki voðalega erfitt fyrir mig því ég hef ekki mikið, ég hefur langað til að vinna svolítið að list og svona og ég veit ekki alveg hvernig ég að gera það án þess að hafa áhyggjur af því líka og án þess að vera með bara í vinnu ofur endurskoðanda sem getur sagt mér hvenær ég má ropa og hvenær ekki. Þetta er flókið fyrir mig. Já, einmitt. Ég væri til að allavega þessa sérstöku uppbótarpælingu bara þannig setta upp að þær mánuðir að það væri bara skoðað, staðan eins og hún er, þú fáir uppbótinu þá mánuði sem þú ert ekki að vinna og fáir ekki þegar þú ert að vinna og þá sé það bara ekki til, þá sé það bara það. Eða bara algjörlega og setja hana inn í grunnpakkana því að við höfum bara þurfum bara alveg á hana að halda. Algjörlega. Og við þurfum bara að það bara náttúrulega verður að hækka bæturnar. Það er bara við verðum að fara að sjá gerast. Það eru lágmarkslaun á Íslandi. Þau eru 300.000 kallinn eða eitthvað svo les. Við erum alveg undir því, sko. Já, svo líka maður pælir í því, við erum náttúrulega líka með lægra en atvinnuleysisbætur. Já, einmitt. En við erum með hækkan félagsbætur. Við erum pælið í því, það er til fólk sem er á félög sem er að fá 198.000 krónur á mánuði. Já. En segið mér eitt vitið hvað við erum að fá fyrir skatta, þessi venjulega grunntala sem er sirka það sem þú ert ég er að fá þetta 224 eða eitthvað útborgað. Ég er ekki alveg með það á hreinu núna, ég var að fá þegar ég var að fá sérstöku uppbætuna. Þá var ég með 230, ætla að hafa ekki verið 250. Fyrir skatta? Já, fyrir skatt. Ég með þetta skrifað einhvers staðar, ég skal bara fletta þessu upp og finna þetta. Það var nefnilega mjög lengi, fyrir 2 sumurum síðan, þá var ég að vinna taka þátt í starfi fyrir PEP, People Experiencing Poverty á Íslandi. Já. Og tók þátt í svona hringferð Evrópu þar sem var að fara í öll löndin í Evrópu og ég myndi að sýna fram á það allar bætur, bara allar bætur, atvinningsbætur, örorkubætur, hvað svo sem það var. Það voru alltaf undir framfærslumörkum og það var verið að setja inn svona upplýsingar þetta, vekja athygli á því að þetta náttúrulega, það þyrfti að vera jöfn tala allavega þarna. Til þess að fólk hafi tækifæri til þess að vinna sig upp, til þess að verða part af samfélaginu, hafi tækifæri til bara fara eitthvað auka námskeið, til þess að byggja þekkingu, taka þátt í samfélagslífi og svo framvegis. Og vorum að tala það hvernig það að þurfa að vinna í svona rosalega mikil vinnu við það að standast allar rannsóknirnar að það væri örugglega ekki svindl eitthvað, hvernig það gerir manni algjörlega dregur niður alla hvatningu sem maður hefur. En þessi strætó kom hingað í stuttan tíma, ég veit ekki hvort einhver tók eftir honum, sko. Þetta búin að finna þetta? Nei, ég ætla ekki að finna þetta núna. Nei, prentum þetta setna einhverja. Við verðum bara að finna þetta setna. Ég er með þetta alveg bara djúpt grafið, en ég var með þessar tölur hérna líka þegar ég ætla bara að benda líka á bara þáttinn þegar Kolbeinn Stefánsson kom í heimsókn til mín, þegar vorum bara fljótlega, það var með fyrstu þáttunum örgulega, eða svona framalega, þannig örgulega apríl eða eitthvað. Þá vorum við að fara yfir þessi skerðingamörk og hann talaði um krónufall og það væri einhver svona launamörk inn í kerfinu þar sem að þú þarft að fara yfir þessi launamörk til þess að bara borgi sér fyrir því að vera að vinna í basically. En alltaf þegar þú alveg fram að þessum mörkum þá ert alltaf skertur alveg óhóflega mikið, sko. Þannig að þú færð bara pínlítið brot. Einu sem færð út úr því að geta sagt já, ég er í vinnu. Það fyrir að segja, nei, ég er öryrki í vinnu. Einmitt.
Ég einmitt í smá vinnu og ég að fá í rauninni mjög lítinn hluta af því, sko, að því þetta svo lítil prósenta, 20% vinna. Já. Þannig að Ég að díla við alls konar hluti, ég meina til dæmis búið að auglýsa mig sem 4 árum eldri en ég í einhverju opinberu pubquiz spili á netinu og ég meina bara, þú veist, ég hef nóg að díla við í þessum heimi, sko. Heyrðu Bára, já, einmitt, þú verður sem sagt, ferð fyrr kannski bara á ellilífeyrisaldurinn. 4 árum fyrr. Nei, heldur maður ekki áfram að vera öryrki? Maður fær ekki... Nei, þú heldur nefnilega ekki, þú bara hættir að vera öryrki, bara 4 árum fyrr kannski. Svona þetta. Heyrðu, en takk innilega fyrir komuna, Thelma, það var gaman að fá þig og ég vona að... Takk fyrir að fá mig. Já, ég vona að þú losnir út úr þessu skuldarugli. Já, og svo þetta bara eitthvað... Við viljum einmitt fá þessar sko raunverulegu sögur af því sem að gerast raunverulega dagsdaglega inn í þáttinn. Og bara persónulega til dæmis langar mig til að þakka 2 manneskjur sem ég rakst á einhvers staðar að gangi í síðustu viku og sögðust að vera að horfa á þættina og hvað þetta væri eitthvað sem þið hefðu gaman að fá hvatningu. En við viljum einmitt að raunverulega... Og gott að heyra einmitt í fólki sem að horfa og fylgjast með og að velta fyrir. Sérstaklega kveðju til konunnar frá IKEA. Ég man ekki. Þetta líka sko, núna hef ég verið að tala við fjölskyldunum mína og segja þeim frá þessu. Já. Og að því það hefur enginn verið svona á örorkubótum svona innan svona nánustu fjölskyldunar. Og þannig við erum líka að kynnast þessu bara alveg upp á nýtt núna út af mér. Og þeim finnst þetta bara alveg galið. Já. Ég hef oft sagt fólki einhverja hluti varðandi Tryggingastofnun og aðra hluti og það bara, þetta getur ekki verið svona. Ég las þetta, þetta ekkert svona. Þetta svona. Bara ef þú verður veikur þá finnur þú fyrir þessu. Að þú þarft að fara á örorku. Þá færðu allar upplýsingar þínar hvað það sem að gott fyrir því í kerfinu frá hinum öryrkjunum að því að Tryggingastofnun hefur ekki orku til þess að gefa þér þar. Nei. Einmitt. Herðu, látum þetta vera loka orðin. Já. Gleðileg sumar, stelpur. Takk sem leiðis. Við sjáumst allavega í næsta þætti og við sjáum þau kannski seinna Thelma aftur, hver veit. Já. Aldrei að vita. Allt í fína. Og takk fyrir áhorfið. Bye.